góðan daginn. Kjartan Bollason heiti ég og er lektor við framdeild Háskólans á Hólum. Því miður get ekki verið með á fundunum, þannig að við höfum tekið upp þessa stutta fyrirlestur minn þetta verkefni sem heitir á enskunni Dark Sky Ecotourism og við því sem myrkurgæði og því verkefni er nýlokið. Við ætla aðeins að fjalla svona okkar lærdóm sérstaklega varðandi íbúa og gesti. Við byrjum fyrst að skilgreina hvað þetta er og horfum svolítið á hvernig fyrirtæki geta nýtt sér á vistvænan máta þennan myrkvaðan heiminn. Markmið er að efla þá sjálfbæra ferðaþjónustu í dreifbýli og upplýsa þá samfélög líka og sveitarfélögin tækifæri sem felast í myrkursvæðum og svona rýnt hvernig hægt sé að upplifa myrkrið. Allt kemur þetta saman og við erum að búa til fræðsluefni handbók. Við byrjum líka að skilgreina í byrjun og svona halda áfram með þetta og tilgangur með svona skilgreiningu var að við sjálf áttum okkur á möguleikunum við sem í verkefninu og það ekki bara hólar, það eru líka samtök frá Írlandi, frá Portugal, frá Danmörku og frá Ítalíu og við líka skilgreinda til þess að ferðaþjónustufyrirtæki og samfélög geta átt að segja hvað er þetta fyrirbæri, hvernig get ég þá líka nýtt mér fyrirbærið og hvernig geta þá fyrirtæki sem eru nú þegar með afþreyingu tengt þetta við það afþreyingu sem er þegar til staðar. Við notum þetta einfalda líkan sem viðmið sem þrjúskref upplifun hönnunar. Það er að segja fyrsta skrefið að vera að auglýsa vöruna, það er að búa til eitthvað sem vekja athygli einhverju. Annars skrefið er þá þegar fólk kemur á staðinn. Það er til dæmis að segja minnisstæðasögu og það er að nota aðferðir náttúrutúlkunar til þess að tengja sig náttúruna, það er að vera að hlusta náttúruna, finna lykt, finna bragð og svo framvegis. Og svo skref 3, hvað gerir maður í lokin, hvernig er haft samband við kunnan í lokin. Þannig þetta er svolítið uppbyggingin á hluta allavega af fræðsluefninu. Og við höfum rýna svolítið dæmi og horft á dæmið sem eru í þróun, dæmið sem heitir staðar, eins og pælti, eins og Nýbær á Hólum, Torfbær sem er innan í byggða umhverfi getur við sagt, eða Hannesarskjóla á Króknum, þar sem hægt er að ganga upp hérna stíg og sjá yfir gamla bæinn og sjá hann svolítið upplýstan að einhverju leyti en í mörgum tilvikum er líka þessi stjörnu heiminn. Þannig hvernig fer þetta saman að upplifa myrkrið án þess að sé of mikil birta. En að við vitum Íslandi er svona mismunandi aðstæður, við erum eyland, það er oft skýjað. Þannig við líka erum að horfa á myrkar frásagnir eða sögur af myrkrinu og unnum með fyrirtæki í Hörgárdal. Þaðan kemur fyrirvöndin einmitt frá Hólum og hún á þarna land þar sem þessi þjóðsaga dökknar myrkra gerist og það var svona tækifæri til að þróa myrkurgæðin, myrkur upplifuna þá tengsli við ekki bara stjörnunum himninum og norðurljósin heldur líka sögur sem tengjum við landslagið. Við líka vera að pæla í svona hvað innvið þarf og eins og hérna horfum við á sögursveit íslenska hestans á Hólum. Ef við horfum hérna upp í himininn, bara einföld mynd tekið með snjallsíma og sáu svolítið svona lýsingu og hér er líka fyrir framan mjög mikil og sterk lýsing en ef við löpum aðeins í burtu frá þessu þá erum við komið með mun betri myrkurgæði en oft er það áskorun einmitt að horfa á hvernig getur stýrt lýsingunni. Þannig að við uppfyllum öll markmið öryggi en við erum líka að horfa til þess að upplifa þá himininn. Ég ætla að gefa ykkur nokkuð dæmi þetta og eftir svona tengsli við stærri svæði, stærri svokallað myrkursvæði þar sem við horfum á heilu sveitarfélög en jafnvel stærri svæði en það. Og eitt sem við horfa á er hver er staðan í dag og við sjáum hérna með birtustig, þetta er reyndar gömul mynd frá 2016 og sýnir okkur svolítið, hérna er Pólland, Þýskaland, Frakkland, Norður-Ítalía helstu iðnaðarsvæði með gríðarlega mikla lýsingu. Hvernig er þetta hérna heima á Íslandi? Jú, það er þéttbýli með mikla lýsingu, önnur svæði mun minni og þetta er svona heildarsýn en eitt af þessum verkefnum að horfa á hvernig getum við greint okkar tækifæri. Þá erum við ofta að nota svokallaðan Bortel-skala, þar sem heldur alltaf að vera bestu myrkurgæði yfir í ljósmengun getur sagt innan í miðbæjum borga. Og það er líka að nota myrkur app sem er reyndar núna eingöngu til fyrir iPhone, þar sem þetta bara bendir upp í heiminum og sjá hvar á Bortel-skalanum er ég staddur sem fyrirtæki, sem sveitarfélag, sem samfélag. Þannig að átta að sjá möguleikum sem er allir staðar. Og það er kannski fyrsta skrefið. Og í þessu verkefni, þarna sjáum við þetta allt saman á ensku reyndar, en þetta er allt saman þýtt yfir á íslensku. Og þessi myrkir þættir voru það að búa til handbók, það er þessi Ecotourism Guide,
Við gerðum líka stutta svona spurningakönnu þar sem fólk gat séð hvar það stendur sem fyrirtæki varðandi svokallaðan ekotúrisma eða visthæfa ferðaþjónustu. Og svo útbyggum við fræðslupakka sem eru aðgengilegir á netinu á þessari vefsíðu og verða svo aðgengilegir líka gegnum fleiri eins og SNVAF til dæmis. Og svo útbyggjum við Elite app sem að svona hjálpa til við þá sem byrjar í þessum bransa að átta sig einmitt á möguleikunum með að nota þennan portalskæl. Og við byggum til þess að handbók sem gefur svona mismunandi dæmi hvað fyrirtæki hefur verið að gera, hvað sveitarfélög hafa verið að gera. Og þessu verkefni er lokið, þá er núna svolítið horfa svolítið hvernig getum við nýtt þetta í framhaldinu. Þetta er svona innihaldið í handbókinni, þar að við fjallum hvað þetta er, hverjir nota þetta, hverju möguleikarnir, hvað slags vörur eru til, ferðaþjónustuvörur til dæmis. Og svo hefur við búið til lítið myndbönd sem það meðal annars í appinu og eftir að nálgast þarna á þessari vefsíðu sem gefa til dæmis þessu tilviki svona nokkur dæmi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og samfélög, hvernig má meta næturhimininn og hvernig má nota hann í þeirri ferðaþjónustu sem er verið að þróa, en líka, eins og koma aðeins seinna, snýr þetta að gæðum eða lífsgæðum íbúanna á svæðinu. Og eitt af því sem er mjög mikilvægt er að fara í göngufærð á næturlagi eða í myrkri, það er áhættumat. Það er allt annað að ganga þar sem er myrkur. Jafnvel sama stað var mjög auðvelt að ganga yfir daginn þegar það er dagsbirta. Þetta er eitthvað sem að fræðslupakkarnir gefa líka svona innsýn inn í hvernig má framkvæma þetta. Og þetta er eitt af því sem að ferðaþjónustufyrirtæki þurfa að hafa í huga. Nú með myrkugöngu og margt sem þarf að hafa í huga, til dæmis að mjög mikilvægt að vernda nætursjónina og þarna er ég með rautt vaðsjóls og grænt. Báðir litirnir, svona ekki alveg öruggt hvað er langbest, en báðir litirnir duga mjög vel að því leyti að vernda nætursjónina. Það er ekki þessi kalda, hvíta birta sem dregur frá fólki nætursjónina, þannig að sér minna. Og svo er eins og laserbendill sem er mjög veikur geisli og á ekki að valda neinum vandkvæðum fyrir flugumferð sem er góð leið til að benda á stjörnurnar. Þannig að það er ákveðið svona tæki sem við höfum og fræðslupakkarnir gefur til kynna hvernig getum notað þetta sem að hjálpar okkur að sjá hlutina. En þetta er bara einn lítill þáttur af mörgum þáttum. Það sem við líka að vera að horfa á er að nota öll skilningavitin. Og þetta er eitthvað sem er þá líka ódýr aðferð, við þurfum ekki dýra innviði, við þurfum bara sjálf að fara út í náttúruna og hlusta, finna lykt, snerta og bragða og þarna eru þá líka í þessu á heimasíðunni undir fræðslupakkunum dæmi hvernig maður þarf á svona gönguferðir. Svo það sem að kannski ætla að horfa á helst þetta lærdómum okkar er að til þess að ná einhverjum árangri þá þurfum við að starfa saman sem samfélag, sem sveitarfélag. Og hér er dæmi frá einum samstarfum frá Írlandi, frá Mayo County eða Mayo sýslu, sjáðu hérna. Og þeir hafa sett upp svona myrkursvæðisgerð og hér sér maður svart og hvítu munna því að öll ljósin eru kveikt til vinstri og svo er búin að slökkva flest ljósin þá sér maður næturinn mun betur og jafnvel sér maður glitta í vetrarbrautina. Og það er eitthvað sem að ég heyri oftar heima á Íslandi er að það sé verra að sjá vetrarbrautina og það er einfaldlega vegna þess að það er til mikið af ljósum, skæru ljósum sem lýsa oft út allt og er ekkert endilega bara að gagnast okkur. Og ég ætla að gefa ykkur eitt dæmi eftir hvernig má stýra lýsingunni þannig að við erum að uppfylla öll markmið öryggi en erum leið að sjá eitthvað næturhimininn og stjörnurnar og kannski svona fallega byggingar líka. Og eitt af því sem þessi garður gerir þarna, svæðisgarðurinn í Írlandi er einmitt að vera með gestastofu sem býður fólki upp á að koma og skoða uppleið innandyra áður en að fara út. Þeir eru með ýmsa hluti sem að tengjast á líka menningu þeirra menningararf og þeir eru líka lagt áherslu á viðburði. Þeir eru með myrkurhátíð eins og þarna á þessum tíma. Þeir eru með reglulega myrkurgöngur og svo eru svokallaðir írskir stjörnuskoðunardagar. Það er að allir öllum svæðum Írlandi lögðu sérstaklega áherslu að skoða stjörnurnar. Og þetta er svona markmið og leið til þess að fá vekja áhuga fólks á þessu og þarna sjáum við mjög góð myrkurgæði. Hérna er þetta að sjá mjög skýrt vetrarbrautina og þetta er verið æ sjaldgæfara í allri Evrópu og við talum að alltaf 99% mannkyns búi þannig aðstæður að það sé ekki góð myrkurgæði.
Þannig þetta þá líka orðið sérstaða, getum við sagt, þetta líka eitthvað sem við þurfum að vernda. Og því verkefnið það gengur ekki bara út á ferðaþjónustu þróun, heldur líka vernda vistkerfin, þá erum við að horfa svolítið á hvernig lýsingin getur dregið úr ýmislu sem tengist vistkerfinu sjálfu. Og til dæmis að það mjög neikvæðar á skordýr, á lífshætti lífvera sem að þurfa á myrkrinu að halda. Og þetta eitthvað sem að kannski á síður við á Íslandi, það er alltaf bjart yfir sumarið, en það er samt sem að ýmislegt þarf að huga þar af. Og þarna gefa líka góðar upplýsingar myrkrið, stjörnurnar, og það er bæði upplýsingar bara einfaldlega hvernig við förum út í myrkrinu og klæða okkur vel. Og þannig líka verið að horfa á mismunandi markhópa, eins og skólahópa. Það líka að horfa á menninguna, það var til dæmis bara listaverkið Van Gogh sem af stjörnuhimninum, sem eitthvað sem hann hefði ekki getað málað í dag, samastað í Belgíu á þeim tíma, því að það er miklu meiri lýsing allt í kring, en við sjáum ekki svo mikið af næturhimninum, sjáum ekki svo mikið af stjörnum. Þannig að þarna kemur maður svolítið inn á hvernig þetta hefur breyst mjög mikið á síðustu árin, sérstaklega áratugina og sérstaklega eftir svona seinni heimsstyrjöldina, að við erum að sjá miklu minna myrkrum himninum. Ef við hugsaum ykkur tengslu við menningararfleifðina og hvaða sögur eru sagðar af stjörnuhimninum og stjörnumerkjum, það er eitthvað sem er búin að fylgja mannkyni frá örófi alda. Eitt af því sem gerði þarna líka var einmitt að pæla í hvernig við lýsum upp mannverki. Og þetta er eitt af það sem við höfum hort á svona mögulega næstu verkefni. Þarna voru þeir mjög heppnir sem litla bæ Newport í Meyjarsýslu. Þar var starfandi ljóshönnuður, ljósverkfræðingur sem hafði sérþekkingu á þessu og sjáðu hérna myndirnar að það er lengst til vinstri, það er þetta klassiska leið að lýsa upp kirkjur sem sjá mjög víða. Bara gott ef það er heima á Hólum, Sauðárkrók og fleiri, nánast alla kirkjur á landinu. Og svo var breytt lýsingunni í það að það er þannig að byggingin sjálf sést mjög vel, en stjörnuhiminn sést mjög betur. Þetta eru tölvugerðar myndir, þetta var ekki allt tilbúið þegar við vorum að skoða þetta, en núna er þetta tilbúið, þannig að þetta virðist vera mjög svipað. Og maður skoðar þess betur að sjá lýsingunni í kring, þetta er mjög köld hvít birta, hún gerir allt í kring með svart. Og núna tala ljósfræðingar það að þetta er ekki gott fyrir öryggið, þetta tekur frá sýnina á næturhiminin, þetta getur líka haft neikvæð áhrif á nætursvefn. Þannig að glampinn getur haft það áhrif að þú sér eiginlega minna hvort sem er keyrandi, hjólandi eða gangandi. Þannig að þetta er eitthvað sem er að skoða saman og maður sér hérna líka þessi myndin hægri sem tekið 20 kilometra frá bænum áður en þessi lýsing, eða þegar þessi lýsing var í gangi. Og hún endurspeglar hérna á skýjunum, þetta þekkjum víða hérna á Íslandi. Það dregur mjög úr því sem við sjáum í myrkrinu. Og hér sjáum við sérstaklega munin fyrir og eftir, það eru mjög fallegir steindir gluggar, lýsing innanfrá, þannig að menningararfleifðin birtist hérna allt kring, hvort sem er myrkur eða birta. Byggingin birtist og stjörnuhiminn birtist. Það var einnig áður þá birtist eiginlega bara byggingin en mjög köldu ljósi. Þannig að þarna erum við líka að horfa svolítið svona mögulega til framtíðar að breyta lýsingunni. Bæði með að sjá menningararfleifðina betur, hvað var byggingar, en líka okkar menningararfleifð sem stjörnuhiminn er. Og þetta er dæmi það sem að þetta tókst að það var mjög margir aðilar sem koma þarna saman. Allt sveitarfélagið, skipulagsyfirvöld, áhugahópar, en líka hönnuðir víða að og þarna kom líka að styrki frá írsku ríkisstjórninni. Þetta er fyrsta verkefni þessu tagi á Írlandi. Og þarna var þetta líka hluti af því að efla þennan myrkurgarð sem er þarna. Og eins og hérna formlega viðurkennd myrkursvæði, eins og dark sky reserve, og þar sett það ákveðin svona viðmið hvað þarf að vera til þess að uppfylla. Og þetta er eitt af þessum við lögð áherslu á að yrði hönnuð lýsing og í framhaldinu að hanna fyrir heilu bæina. Og þetta, ég myndi sjá þið hérna hvað er að gerast. Þetta er þá ljósið sem að nýtist okkur, sem hjálpar okkur að sjá hvort sem eru gangandi, hjólandi eða akandi. Ef að lýsingin er of mikil eins og hún er reyndar þessu tilviki, þá erum við að draga úr nætursvefni íbúa, minnka lífskeiði íbúa getur við sagt, og svo ef það er lýsingin fer upp í himinin þá endurkastun frá skýjunum. Og þetta er eitthvað sem við förum að horfa á bæði fyrir okkur íbúana en líka fyrir dýr og vistkerfi á svæðinu. Þetta er eitthvað sem við sjáum hægt í dag með góðri ljósunum.
Og við sjáum nú þegar menn byrjaðir eins og Fjallabyggð hefur byrjað síðustu árum að skipta öll ljósum yfir í LED-ljós og spara þar með milljónir. En leið líka auki, myndi ég segja, lífsgæði íbúanna fyrir leita að það auðveldara að sjá stjörnurnar, sjá norðurljósin og svo fara menn að læra betur inn á þetta þannig að það verður auðveldara að skapa lýsingu sem ekki að draga úr svefni. Og þetta eitthvað sem við sjáum að gerast í kringum okkur. Sáum það í Moss í Noregi, þá nota gömlu lýsinguna sem ljósasturinn hér og lýsinguna sem hangir utan á húsunum. Þetta svona hlý, gul birta sem uppfyllir alla öryggisstaðla en líka tryggir það að við sjáum stjörnuhimininn. Og þetta oft vinna sem hluti af aðalskipulagi og deiliskipulagsvinnu, þannig að við erum að horfa eftir þetta myrkjaverkefni að víkka vinna út í þessa anga. Og aftur sjáum við hérna frá Noregi þar sem við verðum að skoða hvernig þið manngerða umhverfi sett fram að degi til, hvernig að kveldi til. Þetta frá Stavanger, þarna erum við lýsplan eins og skipulagið það, bara ljósa skipulag. Og svo líka notaði lýsinguna til að draga fram ákveðna þætti í byggingunum til að gera menninguna áhugaverða í bæjunum. En leið gerir fólki kleift að sjá stjörnurnar, jafnvel úr bæjunum sjálfum. Og eins og segir hérna, draga fram sérstu bygginga og skapa áhuga íbúa og gesta. Menn hefur líka verið að pæla mikið í ljósmengun og segja þetta neðst, þetta er svona típist lýsing sem við sjáum mjög víða á bensínstöðvum og náttúrulega nota raunverulega til auglýsingar fyrir staðina en mætti draga verulega úr og þá tryggja betur myrkjagæði á öllum þessum svæðum og víðar. Og þannig náttúrulega verið að horfa þá sérstaklega á sem að þetta verkefni gerir hluta til, myrkjaverkefni, á áhrifin á dýr. Og eins og sagði hérna spurningamerki, þetta semst fyrir þá rannsókn í Evrópu og við veitum kannski ekki alveg nægilega vel ýmislegt en það hefur meira þess að áhrif á fiska í vötnum, spurninguna hafi áhrif á fiska í sjóm. Hérna heima hafi við ekki gert ennþá mikið rannsóknum en menn gera fyrir að mögulega geti haft neikvæð áhrif á fugla. Við vitum ekki alveg með hina en við vitum þetta að lýsing og mikið lýsing getur haft neikvæð áhrif á fólk og sérstaklega á svefnfólks. Svo hefum við horfið svona í lokin á hvernig möguleikin að nota þetta. Það einn á samstæðan í Portugal og á þessu svæði sem þetta fyrstu svæðin sem að setja upp myrkurgæði og þarna með mjög há og góð myrkurgæði. Þarna eitthvað sem eitthvað alveg sérstætt núna og einstætt raun í Evrópu. Það yfir 300 dagar á ári mjög góð myrkurgæði með þessum Bortel-skala. Það voru kannski 7, jafnvel 8 sem við þykir mjög hátt. Og þeir hafa líka sett þarna mismunandi afferringar í gang. Þarna stjörnuskoðunar stöðvar, einkareknar. Það þetta að fá upplýsingar, fá svona innsýn inn í stjörnuhimininn og það alls konar þá líka hátíðir og viðburðir sem settir saman á þessum stjörnuskoðunarstöðum með samfélagunum staðnum, bæði fyrir skóla, fyrir íbúana og fyrir ferðamenn. Þannig að menn þá líka að horfa til þess að gefa fólki tækifæri að sjá og læra stjörnuhimininn. Þarna sjáum við til dæmis mjög vel hvernig stjörnuhimininn birtist sérstaklega með vetrarbrautina sem eitthvað sem við ættum að geta séð hérna á Íslandi mjög víða en eins og segi út af ljósmengun sést verr áður. Þannig að svona í lokin að þá þetta kannski það sem við erum að pæla í næstu skref ef við horfum á íslenska hugtakið, máltækið föðurland vort hálft hafið. Að föðurlandið sem við þekkjum vel kannski landið en við þekkjum sjóinn ekkert sérstaklega vel en hvað með einmitt að upplifa myrkrið. Við vitum að það mikið selt af norðurljósaferðum en það líka ef við horfum á svona ánægju ferðamanna að minnst ánægju með norðurljósaferðir af því það erfiðast að tryggja það. Þannig getum við kannski þróað ferðir þar sem við upplifum myrkrið per se. Það getur verið norðurljós, það getur verið stjörnur, það getur sögurnar tengdar myrkrinu. Það getur líka verið dýr sem kannski lifa í myrkrið eða njóta myrkursins. Þannig að við eigum kannski ansi mikið eftir og þarna teljum við vera möguleika fyrir okkur sem fyrir ferðamenn en ekkert síður líka fyrir svefngjöf okkar heimamanna. Og þeim orðum þá líkið þessum fyrirlestri og þakka fyrir mig.